Góðan daginn, gott fólk. Gott að sjá okkur í dag. Síðasta samkoma ársins. Halleluja. Við höfum góðan Guð. Við ætlum að lofa hann í dag. Þakka honum fyrir þetta ár og þakka honum fyrir það að hann verður áframhaldandi með okkur. Það var svo stóra og mikla hluta næsta ári fyrir hann. Amen. Amen. Halleluja. Og ekki að rísa á fætur og lofa okkur saman.
gleðilega hátíð. Þetta að lifa í sigri vorum við að syngja. Við eigum líf með Jesú Kristi, ég og þú. Það ekki? Höfum við eitthvað til að fagna yfir í dag? Við eigum stefnumót með Drottni. Og við erum hér í dag til að lofa nafni hans. Og við getum glaðst yfir því. Við getum glaðst yfir þessari gjöf sem við eigum. Mér finnst stundum þegar við komum í kirkju þá erum við einn annar sunnudagur. En vitið að ég svo glöð. Við getum í dag komið fram í auðmýkt frammi fyrir hásæti Drottins. Því að hann gefur líf. Hann hefur áætlun með þitt líf. Hann hefur áætlun til heilla en ekki til óhamingju. Að veita yfir vonaríka framtíð. Þetta stórkostleg lofur fyrir þig í dag, fyrir okkur í dag. Og það spennandi tímar framundan. Það ótrúlega spennandi tímar, en við þurfum að sleppa tökunum. Og við þurfum að mæta honum í dag og gefa honum allt okkar. Ekki sitja í sætinu og segja bara, já, þú veist, ég hér í dag og ég ætla að lofa Drottinn. Lofum hann í dag með öllu sem við eigum. Af því að hann þess verður að vera lofaður í dag. Amen. Halleluja, Faðir minn. Ég þakka þér fyrir það að við getum komið saman hér í dag, Drottinn minn. Ég þakka þér fyrir það að við erum saman komin, Drottinn minn. Faðir minn, við bara leggjum einn og sérkvæmt sem hér inni, Drottinn, fram fyrir þig. Faðir minn, ég bið að mæta einum og sérkvæmum, Drottinn minn. Ég bið að mæta einum og sérkvæmum á þeim stað sem hann Drottinn minn. Sumir að upplifa sorg og áhyggjur og kvíða og ótta, Drottinn minn. Faðir minn, ég bara bið lausn og lækningu inn í sérhverja kringumstæðu, Drottinn minn. Ég bið þess í dag megi fjöldrar falla, Drottinn minn. Ég bið þess í dag megi verða nýtt upphaf, elsku Faðir minn og Guð. Heilagi Faðir minn. Kobra shikara larandara sikiriando. Og Faðir minn, ég þakka þér fyrir það orð sem þú lagt á Hálfdán, Drottinn minn. Ég bið þess að þú gefur okkur eyru sem að heyra þitt orð í dag, Drottinn. Ég bið þess, Drottinn minn, í dag megi þú breyta hjörtum okkar, Drottinn minn. Ég bið þess þegar við förum hér út í dag að þú hafi snert við hjörtum okkar, Drottinn minn. Að við höfum opnað hjörtum okkar og huga fyrir því sem þú hefur fyrir okkur, Drottinn minn. Til heilla en ekki til óhamingju, Drottinn. Megi þú snerta við hjörtum okkar í dag, elsku Faðir minn. Hobra sharalarandara sikiriandora lariando. Faðir minn, ég þakka þér líka fyrir að þú ert að lækna sjúka. Þú ert að lækna sjúka, Drottinn minn. Og ég þakka þér fyrir þau bænasvör sem við höfum fengið á þessu ári, Drottinn minn og Guð. Takk fyrir að þú ert að starfa í dag, Drottinn minn og Guð. Í Jesú heilaga nafni. Amen, amen, amen. Við skulum rísa á fætur og við skulum lofa hinn hæsta. Í dag, gefum honum allt sem við eigum í dag. Hættum að pæli því sem í kringum okkur. Eða því sem heldur okkur niðri. Eða við erum pirruð eða eitthvað í gangi. Sleppum tökunum í dag og lefum honum að fá alla okkar athygli. Því að hann þess verðugur. Amen, amen. I raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah louder than an unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. A heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. King is alive.
Sing a little louder. 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 In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Halleluja. Takk Jesus. Halleluja, Fader. Halleluja. Halleluja, Faðir minn og Guð, við bara lofum þig, Drottinn Jesús. Við ætlum að halda áfram, Faðir, að lyfta upp okkar halleluja til þín, Faðir. Hærra og hærra og hærra, Drottinn minn og Guð. Halleluja, Jesús. Takk, Jesús. Halleluja, Faðir Guð. Halleluja, Jesús. Halleluja, Faðir. Takk, Jesús. Halleluja, Faðir minn og Guð. Takk, Faðir Guð. Hýra laranda bra, shiri anda brasa. Halleluja, Jesus. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand, when everything around me is shaken. I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations.
Rain came and wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came and wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. I'm gonna make it through. 'Cause I'm standing strong on you. I'm gonna make it through. 'Cause my house is built on you. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand. Everything around me is shaking. I've never been more glad. I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. No, He won't. Halleluja, Fader. Oh, vi lover Jesus. Halleluja, Jesus. Oh, vi lover Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Fader. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Takk drottinn minn að þú bregst aldrei. Halleluja, Fadir. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Ok, Fadir. Takk, Fadir. Takk, Fadir. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Shiralara. Halleluja. Upphaf alls var orðið, og orðið myndi bráðum verða hold. Aðeins einn fæddist til að frelsa, Jesús. Lífið var ljós, og ljósið skín í myrkrið, og ríki ljóssins mun aldrei ganga á grunn. Að týndum leitar til að frelsa, Jesús, Jesús. Hann gengur á vatni, hann stöðvar bæði sjó, hann stendur í eldinum enn.
Hans nafn gott, hann ákallar í nauðum og ljóði hans syngja myrkri í. Því röddin hans stillir hvassan storminn, hann Jesús, Jesús. Hann gengur á vatni, hann stöðvar þær sjón, hann stendur í eldinum sem ljóðvaldi hefur, sem landveitur var. Hann kemur og læknar öll meiðin. Jesús, Messias, mig frelsar, það öflugt Jesú nafn. Þú ert hjálpin og minn klettur, það öflugt Jesú nafn, Jesú nafn. Þú gengur á vatni, þú stöðvar þær sjón, þú stendur í eldinum með mér. Sem ljóðvaldið hefur, sem landveitur varst, þú kemur og læknar öll meiðin. Þú gengur á vatni, þú stöðvar þær sjón, þú stendur í eldinum með mér. Sem ljóðvaldið hefur, sem landveitur varst, þú kemur og læknar öll meiðin. Jesús, það enginn sem þú, Jesús, það enginn sem þú. Jesús, takk Faðir. Halleluja. Frelsara á ég og vinur minn, hann elskar mína sál. Í öllum raunum ég treysti honum, hann aldrei fer mér frá. Eina sem ég þarf Jesús, ég vil að við syngjum hans nafn. Einum þér ég tilheyri Jesús, ég frelsi fyrir náð þína ekkert annað í þessum heimi sem fangar mína sál. Því lausnargjaldi varir eilíft, nú frelsarinn mig á. Eina sem ég þarf Jesús, ég vil að við syngjum hans nafn. Einum þér tilheyri Jesús,
framtíð okkar og von, Drottinn. Þú ert framtíð okkar og von, Faðir. Og okkar styrkur, Drottinn minn og Guð. Halleluja, Faðir. Takk, Drottinn minn og Guð, að við megum bara vera í þér, Faðir. Við megum standa á þínum kletti, Faðir. Sama hvað bjátar á, Drottinn minn og Guð, þá ert þú alltaf stöðugur, Drottinn Jesús. Þú breytist ekki, Faðir. Lofár þín standa enn í dag, Drottinn minn og Guð. Sigur þinn stendur ennþá í dag, Drottinn Jesús. Blóði þitt sigrar ennþá í dag, Drottinn minn og Guð. Nafnið þitt ennþá það hæsta, Faðir. Það ennþá það mesta, Drottinn minn og Guð. Og við bara þörfnumst þín í dag, Drottinn minn, miklu meira en áður, Faðir. Faðir minn og Guð, þú ert framtíð okkar og von. Faðir minn, fyllt okkar bara þinni von. Faðir, fyllt okkar á von og trú, Faðir minn og Guð. Fyllt okkar að þínum heilaga anda, Drottinn. Krafti þíns heilaga anda, Faðir. Krafti þíns heilaga anda, Drottinn. Til að standa stöðu í þér, Faðir. Faðir minn og Guð, og til að lýsa sem þitt ljós í heimi, Faðir minn og Guð. Halleluja, Jesús. Halleluja, Jesús. Halleluja, Jesús. Ora la rashiriando brasariando. Halleluja. Eina sem ég þarf Jesús. Ég vil aðeins syngjum hans nafn. Einum þér ég tilheyri Jesús. Ég frelsi fyrir nafn þína. Eina sem ég þarf Jesús. Ég vil aðeins syngjum hans nafn. Einum þér ég tilheyri Jesús. Ég frelsi fyrir náð þína. Syngjum þetta einu sinni enn. Syngjum þetta til hans. Eina sem ég þarf Jesús. Og ég vil aðeins syngjum hans nafn. Einum þér ég tilheyri Jesús. Ég frelsi fyrir náð þína. Takk, Jesús. Takk, Jesús. Halleluja, amen. Amen. Halleluja, gott að sjá okkur í dag. Halleluja. Amen. Hann er hér. Hann er hér, svo sannarlega. Yndislegt að koma saman og lofa hann. Koma saman inn í nærveru hans. Amen. Ég fekk að fara inn á Hlaðgerðarkota á jóladag með hópi fólks til að segja þeim frá Jesú. Til að lofa nafni hans og segja þeim frá Jesú, vera til staða fyrir þau og biðja fyrir þeim, uppörfa þau. Og það var svo yndislegt. Það var svo yndislegt að vita að það skiptir ekki máli hvar í lífinu þú ert. Það þrái Guð að mæta þér. Hann þráir að mæta þessu fólki sem er á Hlaðgerðarkoti. Hann þráir að mæta öllum sem að standa hér fyrir utan. Og hann þráir að mæta þér í dag. Amen. Það er svo yndislegt að vita til þess. Og eins og við sungum, það skiptir ekki máli þetta stormandi blása eða vatni rís. Ef við setjum traust okkar á hann og nafni Jesú, þá stöndum við sterk. Þá stöndum við óhaggað. Og alveg sama hvað kemur upp á í lífinu, ef hann er með okkur í liði, þá stöndum við sterk. Amen. Halleluja. Það segir í upphafi Biblíunnar, fyrstu bókinni, fyrsta kaflanum og fyrsta versinu, í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Síðan segir aðeins neðar í versi 27, og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd,
Hann skapaði hann eftir Guðsmynd. Hann skapaði þau karl og konu. Og þessi fyrsti kafli Biblíunnar, hann endar á þessu versi: og Guð leit allt sem hann hafði gert og sjá að það var harla gott. Það var harla gott. Í upphafi þá skapaði Guð himininn og jörðina og það var harla gott. Guð var ánægður með það sem hann hafði skapað. Hann var ánægður með dýrin, hann var ánægður með fugla himinsins og fiskasjávarins og gróður landsins. Hann var ánægður með stjörnurnar, hann var ánægður með tunglið, hann var ánægður með sólina. Hann var ánægður með sköpun sína og hann var ánægður með mannin. Mannin sem hann skapaði í sinni mynd, mig og þig, sem hann skapaði í hans mynd. Og vitið þið að maðurinn var það eina í sköpuninni sem að Guð skapaði í sinni mynd. Ekkert annað á jörðinni var skapað í hans mynd, aðeins maðurinn. Hann sagði: við viljum gera mannin eftir vorri mynd, líkan oss. Það var ekkert annað dýr sem var skapað í Guðs mynd, aðeins maðurinn. Við erum sköpuð í Guðs mynd til þess að hafa samfélag við hann, til að hafa samfélag við Guð. Guð skapaði mannin til að hafa samfélag við sig. Hann skapaði mannin til að ganga með honum, hann skapaði mannin til að tala til hans, til að vera með honum, hafa samfélag við hann. Og við lesum í 3. kaflanum í 1. Mósebók: þá heyrðu þau til drottins sem gekk í aldingarðinum. Hann gekk í aldingarðinum. Guð gekk í aldingarðinum með Adam og Evu og hann talaði við þau eins og maður tala við mann. Getið þið séð þetta fyrir ykkur? Það sem þau eru stödd í aldingarðinum. Það sem við höfum allt sem við þurfum. Það er ekki til neitt illt, það er ekki til neitt vont, það er bara gott og alls nægtir af öllu. Og þú heyrir Guð koma gangandi til þín. Og ég velti fyrir mig, hvernig lítur hann út? Hvernig hljómar rödd hans? Hversu stór er hann? Hversu mikilfenglegur er hann? Og þegar hann kemur gangandi, hversu, þú veist, eru tærnar á hann bara svona stórar og ég er pínu lítill? Eða er ég jafn honum í hæð? Get ég hort í augun hans? Get ég tekið utan um hann? Sé ég andlit hans? Get ég hort í augun hans? Hvernig leit Guð út í augum Adams og Evu? Þau sá hann, hugsið ykkur, þau sá hann, þau gengu með honum, þau heyrðu rödd hans. Og það var alltaf ætlunin, að við myndum ganga með Guði, að við myndum heyra rödd hans, að við myndum hafa samfélag við hann. Og við höfum þessa þörf fyrir samfélag við aðra. Það er enginn sem að vill vera einn. Við erum sköpuð til þess að hafa samfélag við hvort annað. Og það segir hann skapaði þau karl og konu og þau verða eitt, af því að við erum sköpuð til samfélags. Við erum sköpuð til að hafa samfélag við hvort annað og við erum sköpuð til að hafa samfélag við Guð. Þannig byrja saga mannsins, í samfélagi við Guð. Adam og Eva gengum í garðinum við hliðina á Guð og það segir: þá heyrðu þau til drottins Guð sem gekkum í aldingarðinum. Hversu yndislegt er það? Og drottinn kallaði mannin og sagði: hvar ertu? Hvar ertu? Hann gekkum í garðinum með manninum, með Adam og Evu og þau heyrðu í honum þegar hann kom. Þau heyrðu í honum þegar hann kallaði á þau. Af því að Guð vildi hafa samfélag við mannin og hann vildi að maðurinn hefði samfélag við sig. Þið vitið þarna hafði eitthvað gerst þegar Guð kemur þennan dag og þegar hann kallar á þau: hvar ertu? Það hefði eitthvað gerst. Af því að Adam og Eva þau földu sig fyrir Guði. Og það segir maðurinn og konan þau földu sig fyrir augliti drottins milli trjánna í aldingarðinum. Þau földu sig fyrir augliti drottins í fyrsta skipti. Hingað til þá höfðu þau staðið frammi fyrir Guði. Þau höfðu staðið frammi fyrir augliti hans, séð framan í Guð, tala til hans, verið í nærveru hans, verið í samfélagi við Guð. En þarna földu þau sig fyrir augliti drottins. Það hafði eitthvað breyst. Þau tóku eftir því fyrsta sinn að þau voru nakin og þau skömmuðust sín.
Af hverju? Hvað varð til þess að þau földu sig fyrir nærveru hans? Þegar við gerum eitthvað af okkur, þá erum við yfirleitt fyrstu viðbröðin að fela það sem við gerum. Við viljum ekki að neitt komist að því sem við gerðum. Og Adam og Eva, þau gerðu eitthvað sem að þau máttu ekki gera. Þau fóru gegn orði Guðs. Þau gerðu það eina sem að Guð segði þau mættu ekki gera. Þau borðuðu af ávexti skilnings þress, góðs og ills. Og syndin kom inn í líf þeirra. Syndin kom inn í líf þeirra. Og vitið, syndin, hún vill vera í myrkrinu en ekki í ljósinu. Syndin vill fela sig, vera falin og fá að grassera í lífum okkar, í myrkrinu. Þess vegna földuðu sig, að því að þau vissu að þau höfðu gert það sem var rangt í augum Guðs. Og það þoldi ekki að koma fram í ljósið. Þarna kom syndin inn í heiminn. Og Páll segir í Rómarbréfinu 5. kafla á versi 12, syndin kom inn í heiminn með einu manni, með Adam og Evu, og dauðinn með syndinni. Þannig er dauðinn runnin til allra manna af því að allir syndguðu þeir. Og þennan dag þegar Adam og Eva syndguðu, þá myndaði skjá á milli mannsins og Guðs. Það myndaðist þetta bil á milli þeirra. Og það segir að Drottinn lét Guð manninn fara úr aldingarðinu með þeim til þess að yrkja jörðina sem hafa tekin af. Adam og Eva, þau fóru úr garðinum. Þau fóru úr nærveru Guðs, burtu frá augliti hans. Af því að syndin getur ekki verið í nærveru Guðs. Af því að Guð getur ekki litið syndina. Habakúk 1:13 segir, of hrein eru augu þín til að líta hið illa. Og þér eru megn að horfa á illvirki. Og Sálmur 5 og vers 5. kafla, þú ert ekki Guð sem gleðst yfir ranglæti, því geta vondir menn ekki leita skjóls hjá þér. Syndin getur ekki verið í nærveru Guðs. Þess vegna myndaðist þessi gjá á milli mannsins og Guðs og allt í einu gat maðurinn ekki verið í hans nærveru. Allt í einu gátu Adam og Eva ekki gengið með Guði. Þau gátu ekki séð augliti hans, gátu ekki verið í hans nærveru. Það var eins með Jesús þegar hann var á krossinum. Þegar syndir heimsins voru komnar yfir hann. Þá fyrsta sinn upplifir Jesús þennan viðskilnað við Guð. Og alveg svo þegar Adam syndgaði. Og Jesús upplifir þennan viðskilnað og hann hrópar, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Hví hefur þú yfirgefið mig? Hugsið ykkur, Jesús sjálfur. Í fyrsta skipti þá upplifði hann hvernig Guð leit undan og yfirgaf hann vegna syndarinnar sem Jesús tók á sig. Allt í einu var Jesús sá sem þekkt ekki synd, orðin að synd og hann hrópar, af hverju hefur þú yfirgefið mig? Þegar Móses sagði við Guð, lát mig sjá þína dýrð, þá svaraði Guð, þú getur eigi séð augliti mitt, því að enginn maður fær séð mig og lífi haldið. Síðan segir hann, en augliti mitt fær enginn maður séð. Hugsið ykkur. Adam og Eva fengu að ganga með Guð og sjá augliti hans, verið í hans nærveru. En vegna syndarinnar þá komist þeir aðskilnaður og við fengum ekki að sjá hans augliti framar. Syndin sem í okkur býr getur ekki verið í nærveru Guðs. En á sama tíma þá þráir Guð ekkert annað en samfélag við mannin. Hann þráir að búa meðal okkar. Hann þráir að vera í okkar nærveru. Þess vegna er þetta Móse gera tjaldbúðina og seinna þá biður Salómon musterið þar sem að nærvera Guðs bjó mitt á meðal þeirra. Innst inn í hinu allra helgasta, mitt á meðal hans líðs. Önnur Mósebók 25:8 segir, og þeir skulu gera mér helgidóm að ég búi mitt á meðal þeirra. Guð þráði það að vera mitt á meðal fólksins. Hann þráði að búa mitt á meðal þeirra. Hann þráði að eiga samfélag við mannin. Jóhannesar Guðspjall 1:14 segir, og orðið var hold og hann bjó með oss. Fullur náðar og sannleika og við sáum dýrð hans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Orðið, Jesús, var hold. Hann kom í heiminn og hann bjó með okkur, með manninum. Og gríska orðið sem notað yfir þetta orð bjó,
Það hljómar einhvern veginn svona skein-ó-ó. Ótrúlega flott framburður, skein-ó-ó. Vitið, það þýðir að búa eins og Guð bjó í tjaldbúðinni. Þannig kom Jesús og bjó með oss. Hans nærvera, hans stýrð bjó með oss. Jesús, Immanuel, Guð með oss. Það er að Guð skapaði okkur til samfélags við sig. Adam og Eva fóru gegn því sem að Guð hafi sagt og syndi kom í heiminn. En Guð þráði samt sem áður að eiga þetta samfélag við mannin. Hann þráði að dvelja með manninum, dvelja með mér og dvelja með þér. Og hann tók sér stað í tjaldbúðinni, síðar í musterinu, svo sendi hann son sinn í heiminn til þess að dvelja með mér og þér. En vitið, það var ekki nóg. Af því að Guð vildi persónulegt samfélag við alla menn. Hann þráði persónulegt samfélag við mig og við þig. Hann þráir að ganga með okkur. Hann þráir að við getum komið inn í sína nærveru. Hann þráir að vera með okkur alla daga. Hann þráir að tala til okkar. Hann þráir að hlusta á okkur. Hann vill vera okkar Guð. Þess vegna kom Jesús í heiminn. Þess vegna dó hann á krossinum til þess að brúa þessa gjá sem hann var myndaðist á milli okkar og Guðs. Og hann kom í heiminn, tók syndir heimsins á sig, tók mína syndir á sig, tók þína syndir á sig, til þess að við getum komið aftur inn í hans nærveru. Hér á jörðinni og svo aftur á himnum, þegar við yfirgefum þessa jörð og förum inn í eilífalífið. Það segir í Hebreabréfinu 4:16, göngum því með djörfung að hásæti Guðs náðar. Göngum með djörfung að hásæti Guðs náðar. Þar finnum við miskunn og náð þegar við erum hjálpað þurfi. Hugsið ykkur að í dag þá getum við komið með djörfung að hans hásæti. Inn í hans nærveru, þar sem við getum talað við Guð, við getum hlusta á hans röddu, við getum lofað hann, við getum dvalið við fætur hans. Í dag getum við farið inn í hans nærveru. Alla daga getum við komið fram fyrir hann inn í hans nærveru. Alveg sama hvar við erum, alveg sama hvað við höfum gert í lífinu, alveg sama hverju við höfum klúðrað og hverju við höfum ekki klúðrað. Jesús tók synd okkar á sig, alveg sama hver hún er, hversu lítilega stór. Þannig að við getum komið inn í hans nærveru með djörfung. Og það sem að meira er, vitið þið, þegar Jesús dó, þá rifnaði fortjald musterisins í tvennt. Ofan og niður. Rifnaði í tvennt. Þetta tjald, fortjaldinni allra helgasta, það sem að andi Guðs var. Það sem að andi Guðs dvaldi. Og í dag þá er hann ekki bundin við eitt stað í musterinu. Heldur fer hann út allan heim og leitar þeirra sem að tilbiðja hann í anda og sannleika. Og fyrra Korinthubréfið 6 og vers 19 segir, vitið ekki að líkami ykkar er musteri heilags anda sem í ykkur er og þið hafið frá Guði. Í dag er ég og þú musteri heilags anda, musteri Guðs. Í dag, ef við höfum tekið á móti honum, býr hann í hjarta okkar. Hann býr í hjarta mín og hann býr í hjarta þínu. Að þá gengur hann með okkur alla daga. Nærver hans er hjá okkur alla daga. Immanuel, Guð með oss, í mínu lífi og þínu lífi. Hann sem að þráði það eitt að eiga samfélag við okkur. Hann sem skapaði okkur til þess að ganga með okkur. Býr í hjarta mínu í dag og hjarta þínu í dag. Og við getum með djörfung staðið frammi fyrir honum. Lofað hann, heyrt hans röddu, talað til hans og verið með honum. Og nú er árið á enda og nýtt ár framundan. Hvernig ætlum við að fara í gegnum árið 2026? Ætlum við að fara í gegnum árið í eiginmætti? Eða ætlum við að fara með það með Guði? Ætlum við að gefa Guði það stað í hjarta okkar sem að hann þráir? Ætlum við að leita hans, koma fram fyrir hann með djörfung? Hann þráir að ganga með þér. Hann þráir að ganga með mér. Hann þráir að tala til okkar, leið okkur áfram í gegnum lífið. Bæði þegar vel gengur og þegar stormarnir blása. Guð þráir það eitt
að eiga samfélag við þig og við mig. Og Opinberunarbókin 3:20 segir, þar talar Jesús og hann segir, ég stendur dyrnar og knýja á. Ef einhver heyrir röst minn og lýkur upp dyrunum, mun ég fara inn til hans og neita kvöldverða með honum og hann með mér. Að við opnum hjart okkar fyrir honum, hjart okkar, opnum dyrnar að líf okkar, þá kemur hann inn og neitir kvöldverða með okkur. Og að neita kvöldverða með okkur, það er ekki bara pilsa á hlaupum. Ein með öllu og svo er ég farin. Jesús hann settist niður með lærisveinunum og þeir borðuðu saman. Og þar talaði Jesús til þeirra. Hann kenndi þeim hver hann var og hver Guð var. Hann kraup niður og þvoði fætur þeirra. Hann þjónaði þeim, hann deildi lífi sínu með þeim. Og þannig vill Jesús koma inn í líf okkar. Hann vill ekki bara vera skyndibiti með þér. Hann vill setjast niður til kvöldverða með þér. Hann þráir að tala til þín. Hann þráir að kenna þér hver hann er og hver Guð er. Hann þráir að þvo fætur þína, hreinsa burtu syndinni í þín lífi. Þjóna þér, deila sínu lífi með þér. Leiða þig áfram þitt líf. Vera þinn drottinn. Leiða þig að grænum grundu þar sem að næðist njóta. Leiða þig að vötnum. Leiða þig í gegnum stormin. Leiða þig í gegnum dimma dalinn. Vera með þér alla daga. Það er það sem hann þráir. Veistu að það er undir okkur komið hvort við hleypum honum inn. Við þurfum að opna dyrnar og hleypa honum inn. Ég heyrði núna hátíðina einn mætan mann segja, heldur þú að Guð eigi allt? Haldið þið að Guð eigi allt? Þið haldið það? Vitið þið það? Hann á kannski ekki hjarta þitt. En hann þráir að þú gefur honum hjarta þitt. Hann þráir að þú gefur þér tímann sinn. Hann þráir að þú gefur honum traust þitt. Hann þráir að þú takir á mótunum og verði hans sonur, hans dóttir. Vitið þið, hann á ekki allt fyrir að þú gefur honum þitt líf. Allt þitt líf. Og í dag ef þú hefur ekki tekið á móti honum, þá vil ég gefa þér tækifæri til þess. Þú getur verið hér í dag, þú ert kannski á netinu að fylgjast með. Jesús stendur við dyrnar af þínu lífi og hann bankar. Og hann þráir að koma inn í þitt líf. Hann þráir að vera leiðtogi þíns lífs. Hann þráir að vera drottinn í þínu lífi. Hann þráir að vera þinn Guð. Og ef þú vilt gefast honum í dag, þá vil ég fá að biðja stuttabæn með þér. Síðara Korinthubréf 5:21 segir, þann sem þekkti ekki synd, gjörði hann að synd vor vegna, til þess að við skyldum verða réttlæti Guðs í honum. Að þegar Jesús dó á krossinum, þá tók hann þína synd á sig. Hann dó í þinn stað. Jesús, hann þekkti ekki synd. Hann vissi ekki hvað synd var. Hann var eini maðurinn í sögu mannkyns sem hann lifði fullkomnu lífi. Hann laug aldrei, hann stal aldrei, hann gerði ekkert rangt. Hann þekkti ekki synd. En ég og þú, við höfum logið, við höfum stólið, við höfum syndgað, við höfum gert það sem er rangt og laun syndarinnar er dauði. En Jesús tók syndir okkar á sig. Hann dó í okkar stað á krossinum til þess að við getum staðið réttlátt frammi fyrir Guði. Til þess að Guð geti búið í hjarta mínu og hjarta þínu. Og þegar Guð lítur á okkur, þá er það blóð Jesú sem hefur hreinsað okkur og hreinsað burt sérhverja synd í lífum okkar. Þess vegna getum við komið fram fyrir Guð í djörfung, hrein og lítalaus frammi fyrir honum. En við verðum að trúa á hann. Við verðum að opna hjarta okkar fyrir honum. Og Rómverjabréfið 10:9 segir, ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn, og þú trúir í hjarta þínu að Guð hafi vakið hann upp frá dauðum, verður þú hólpinn. Við þurfum að játa Jesús er drottinn. Við þurfum að trúa að hann lifi í dag, og ef þú vilt taka þetta skrif í dag, opna hjartað þitt fyrir þessum Jesú, taka á móti honum inn í þitt líf, þá vil ég fá að biðja með þér stuttabæn. Við skulum rísa á fætur og við skulum bara biðja öll saman. Ég biðja að gerðu þessa bæn að þinni bæn í dag. Að þú opni hjartað þitt fyrir honum, takir á móti honum, hleypir honum inn í lífið, að hann komi inn
og neyti kvöldverða með þér. Að hann fá að tala til þín, hann fá að uppörfa þig, hann fá að kenna þér, hann fá að hreinsa burtu óhreinindi sem eru í þínu lífi, syndina sem eru í þínu lífi. Hann fá að leiða þig þitt líf, leiða þig í gegnum lífið, að vera með þér alla daga. Hann sleppir aldrei hendina að þér, heldur hann með þér og þegar erfiðleikarnir koma þá lyftir hann þér upp. Þegar vindarnir blása, þegar þú finnst að vera einn út á rúmsjó og vatni gengur yfir þinn bát, þá hann í bátnum með þér og það ekkert sem getur grandað þér. Þetta Jesús sem að þráir að koma inn í þitt líf. Og við skulum biðja saman, Drottinn Guð, ég kem fram fyrir þig í dag. Ég opna hjarta mitt fyrir þér og ég býð þér inn í mitt líf. Jesús, ég þakka þér fyrir að þú tókst syndi mínar á þig og þú dóst á krossinum fyrir mig. Ég játa með munni mínum, Jesús Drottinn og ég trúi í hjarta mínu að þú, Guð, hafi vakið hann upp frá dauðum og hann lifir í dag. Jesús, komdu inn í mitt líf. Ég vil neita kvöldverða með þér. Ég þakka þér fyrir að þú þráir að vera hluti af mínu lífi. Að þú þráir að vera með mér, að ganga með mér og leiða mig í gegnum lífið. Ég þakka þér fyrir að ég þitt barn, að ég tilheyri þér í Jesú nafni. Amen. Amen, amen, amen. Þetta svo besta bæn sem við getum nokkuð tíma tekið, besta ákvörðun sem við getum tekið í lífinu, að fylgja drottni Jesú. Gefa honum líf okkar og gera hann að drottni og leiðtoga lífs okkar. Amen, 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 amen. Halleluja. Við ætlum að lofa Guð í einu lagi og ef það eitthvað sem að þú ert að berjast við og þráir að fá lausnin í þína kringumstæður, þráir að fá bænasvar, þá erum við hér til þess að biðja með þér. Við þráum að biðja með þér, biðja drottning Guð að mæta þér þar sem þú ert. Vitið að við trúum á lifandi Guð. Við trúum á Guð sem að mætir okkur í dag. Við trúum á Guð sem getur gert kraftaverk. Við trúum á Guð sem getur læknað. Við trúum á Guð sem getur leyst. Við trúum á Guð sem getur komið með svör inn í kringumstæður okkar. Þannig að ef það eitthvað í þínu lífi sem þú fá fyrirbæn fyrir, komdu fram og við biðjum með þér. Annars ljúkum við stundinni, förum inn í Kaffi Paradís og eigum samfélag saman. Af því að Guð skapaði okkur til samfélags. Eigum samfélag saman, uppbörum hvort annað. Svo nýtt ár framundan. Næsta sunnudag verður fyrsta samkoma nýs árs. Við ætlum að byrja árið með krafti og gleði og heyra orð Guðs. Hann hefur eitthvað nýtt fyrir okkur á nýju ári. Hann þráir að taka okkur frá dýrð til dýrðar. Og ég trúi að á næsta ári hafa hann eitthvað mikið fyrir þig persónulega og hann hefur eitthvað mikið fyrir þessa kirkju. Ekki missa því sem að Guð vil fyrir þig. Tökum þátt í því sem að hann vil gera. Amen. Guð bless ykkur. Sometimes I fall to my knees and pray. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a hope that won't fade. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. 'Cause deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come.
we stand face to face. Come and lay it all down, 'cause it might be today. The time is right now. There's no need to wait. Your past will be washed by the rivers of grace. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. 'Cause deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Come.